Herðu, staðan þannig að það úrbrætumótor eftir Akureyrarkeppnina og Biggi misti þessi gleðinni, skilurðu, bara eins og gerist stundum. Það hitnaði svolítið mikið og bíllinn úrbrættur á, ég veit ekki hvað ég má segja. Öllum, já, það held ég ótt að segja öllum, en það allan á 6 ef ekki 7 stangir ónýtar. Já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja meira, þannig að bara þetta smá fokk. Það eru 4 dagar í að Norræna fara út, bíllinn á far með Norrænu. Hvert eru að fara? Við erum að fara á gatubíl í Noregi, þar sem við ætlum að reyna að spóla og gera eitthvað brjálað, leika okkur eitthvað. Þetta svona, ég veit ekki, bíladagar Norðurlandana eða eitthvað, Skandinavíu. Þetta svona ægilega hátíð og keppni á sama tíma. Þarna bara risastór braut og það mega liggur að vera margir inn á brautinni í einu og vilt og þarna spóla bara allir vilt og greitt og skemma fullt af dekkjum og skemma fullt af bílum og keyra út af og velta og það hefur alls konar komið upp á þarna. Og meðan sitjum við hinni bara, sultu slaki með bjór í hendri. Já, það hefur verið þannig síðustu ár, sko. Ég einhvern veginn finna á mér með að þessi bíl að fara með okkur út að það sé ekki að fara að gera spennt núna. Nú erum við að taka Íslendinginn og við ætlum bara koma þessu saman, setja í gang, prófa þetta aðeins, aðtöku þetta virkir örugglega. Svo bara liggum við keyra þetta beinlínislega leið fyrir Norrænu. Gatubíl bílahátíð sem haldin nokkru sinnum á ári, ýmist í Noregi eða í Svíþjóð. Hún var fyrst haldin árið 1993 og var gatubílhátíðin sem við fórum á í Rútskóginn í byrjun júlí svo 100. sem haldin hefur verið á 24 árum. Á þessum hátíðum koma yfir 40.000 mann saman til að hafa gaman, en mikið gert til þess að gera upplifun áhorfandans sem mesta. Fyrst og fremst fólk komið til þess að skemmta sér og myndast vinskapur bæði innan sem utan brautar. Andrúmsloftið á hátíðinni allt annað en maður hefur fengið að kynnast á Íslandi. Það allt skipulagt í þaula, svo allir eru rólegir og andrúmsloftið afslappað þrátt fyrir mikinn mannfjölda. Það var aldrei nein bið, áhorfendur höfðu alltaf eitthvað að njóta. Á meðan keppni stendur einnig í gangi bílasýning og á milli keppna þegar verið að reikna út úrslit eru ýmsir ökumenn fengnir til að leika listir sínar á brautinni. Gatubíl ekki eins og hefðbundin keppni þar sem keppendur fá ekki að taka meira þátt ef þeir eru sleiknir út, heldur eru opnir tímar á milli keppna þar sem allir geta skráð sig og fengið að keyra. Á staðnum eru einnig ýmis sölutjöld með alls konar varningi sem áhorfendur geta keypt. Á gatubíl margt að sjá, bílar af ýmsum toga og breytingar sem að manni hefði aldrei órað fyrir. Gríðarlega mikið var stationbíla sem var búið að lækka alveg niður í jörðina og setja undir þá risavaxnar felgur, en þar virðist vera í tísku núna. Ánægjulegt var að sjá að ekki var gert upp á milli keppenda eftir því hversu stóru þeir eru í þessu bransa. Allir fá sömu aðstöðu og njóta sömu fríðinda, hvort sem þeir eru með 1 eða 10 styrktaraðila. Á gatubíli keppti drifti, einstaklings- og þrímenningi ásamt hringakstri á brautinni. Þrímenningur var það sem að heillaði okkur hvað mest, en þá eru keppendur 3 saman í liði og keppast að drifta brautin í takt og sem næst hver öðrum. Þetta mikil kúnst, en þegar vel tekst til mætti líkja þessu við samkvæmisdans og líkt og að bílarnir dansi brautina í samstíga hreyfingum.
Nú erum við komin hérna til Noregs að spóla smá á alvöru braut hérna á Gatebíl í Rúðskóginn. Þannig að þetta bara stefnir í góða helgi og búið að vera gaman í dag. Fyrsta skipti sem þú keyrir á svona stóri braut? Já, þetta bara alveg magnað að þurfa að fara að nota fjórða gírinn og nota hann allan tíman og það eitthvað sem maður hefur aldrei komist upp úr fyrsta á Íslandi líka við. Nei, ég má ekki segja það. Hvernig tilfinningin að skríða upp úr sandkassanum? Þetta bara geðveikt sko. Svo erum við að djöflast hérna með Black Smoke Racing sem eina bara færir og flottari gæði minn og við Gretar frá Íslandi erum í rauninni að keppa með honum. Þannig að við erum 3 að keyra saman og hérna, já, ég númer 1 og hann númer 2 og svo Greta númer 3 í röðinni og við eigum að reyna að vera eins nálægt hvor öðrum og við getum Jú, við erum alltaf að smyrja þetta saman og þetta langt frá því að vera fullkomið en þetta gengur betur en ég þorði að vona. Ok. En nú 50 dagur, hvað gerist núna næst? Hvað gerist á morgun? Á morgun held ég að sé bara frjáls akstur, allir að keyra saman og getur hver sem komið og getur mætt hérna á hvaða bíl sem og spóla og djöflast. Og þetta heitir náttúrulega Gatebíl, þetta götubíl sko, þannig að þú þarft ekkert að vera á spesial bíl í það neitt frekar en einhver öðru, þannig að þú bara mætir og keyrir og hvort sem þú vilt keyra eða spóla eða hvað þú vilt gera og svo ein beygja sem svolítið stærri en aðra sem að menn hafa verið að spóla svolítið og djöflast í. Hvað ert að gera núna? Við erum að taka lokka á honum og við megum ekki keyra brautina og megum ekki og komast ekki á dínóbekk, þannig að við erum konum með einhvern sænskan gæja hérna sem að taka lokka á honum upp á búkum á bremsunni á bílnum í rauninni. Og hann eitthvað að fúska bílinn, ég náði honum ekki almennilega á þann inn upp á snúning og djöflast en annars þetta búið að ganga vel og þannig að nú erum við bara að græja þetta því að keppni eftir 20 mínútur. Hún byrjaði þá, æfingarnar voru að klárast núna fyrir klukkutíma og núna er bara keppni næst. Sæll Gretar, hvernig að vera komin hérna út til Gatebíl? Það er bara geðveikt. Þetta var stemt að þessu fyrir 2 árum síðan og það er að ganga upp. Nú skilst mér að þú hefur smíðað þessa Toyota nánast frá grunni. Hvað er langt síðan þú byrjaði? Já, ég er búinn að eiga hann í einhver 7-8 ár. Ég byrjaði að setja Nissan-vél í hann, svo Volvo-vél. Svo var það ekki alveg að ganga nógu vel upp, bara með stýrisgang og annað, það var vesen. Þannig að á endanum þá reif ég allt drastlið og setti 2 seta í. Og þú búrar bílinn og útbyrðan fyrir drift? Gerði þetta síðasta vetur. Já, fram á sumar. Þetta voru einhverjir 8 mánuðir sem fór í þetta. Þetta er í fyrsta skipti sem þú kemur út? Já. Þetta er fyrsta skipti úti og þetta er allt annað. Þessi braut hérna, þetta er bara dagur og nótt með það sem maður er vanur heima. Þetta er svolítið annað en að keyra í hrauninu í Hafnarfirði? Já, þetta er bara svo stórt og bara skemmtileg braut, breið, nóg pláss. Og svo líka bara andrúmsloftið hérna, það er geggjað. Við ætlum að fylgjast með þér áfram keyra í dag. Þú ert að keyra í dag á morgun, eða ekki? Jú, ef ég fæ að keyra eitthvað, ég skráði mig í vitlaust flokk, þannig að maður er alltaf flaggaður út í brautinni ef maður driftar. Já. Þannig að ég er að reyna að lauma mér inn í hinn flokkinn til að fá að gera eitthvað. Þannig að maður bara keyra beint í þeim flokki? Já, það má spóla út úr beygjunum, en það má ekki tengja beygjur. Það var bara allt fullt í hinnum flokknum. En við græðum það á morgun allavega. Þetta snýst þá að drifta allar beygjur, alla brautina eða hvað? Já, það væri náttúrulega langflottast. Það er ekki alveg hægt. Það er hérna kílómeters beitkafli hérna, en hérna þetta snýst það. Það er að reyna að tengja restina. Tengja beygjurnar og búið til reik, smá sjó. Dagskráin á brautinni var stutt á 50-deginu, en það voru keyrðar æfingar og undarriðil í þrímenni. Fólkið streymdi inn á svæðið og kepptist við að koma sér fyrir á tjaldsvæðinu fyrir komandi átök helgarinnar. Keppnin hófst snemma á föstudeginum og voru fyrstu bílarnir ræstir á slæginu 8 morguninn. Fyrst var keyrð svokölluð bein lína, þar sem ökumenn með að hvorki skrikka bílunum sínum né spóla út úr beygjum heldur einungis keyra beint. Svo var ekkin opin lína, en þar má spóla út úr beygjum en ekki tengja beygjurnar eða drifta.
Loks var svo keyrð driftlína, þar sem ökumenn keppast við að tengja beygjurnar í spóli og drifta brautina óslitið og í kjölfarið var ekinn hringakstur á tíma. Þessar 4 greinar eru síðan keyrðar til skiptis allan daginn þannig, hver grein er síðan keyrð sirka á 3 tíma fresti. Og þarna sjáum við Bigga sig keyra í hring á brautinni, en hún var byggð árið 1990. Árið 2006 ákvað norska ríkið að brautin yrði aðal mótorsportbraut þeirra Norðmanna og settu þeir mikið fjármagn í uppbyggingu á svæðinu og aðstöðun í kring. Árið 2011 opna svo brautin í þeirri mynd sem hún er í dag, með hringakstursbraut sem er 3,25 km löng, með einungis einum beinum kafla sem er 640 metra langur, en brautin er við 42 metra hæðamismun frá lægsta punkti til þess hæsta. Brautin er lögð í skóglendi og er jafn falleg og hvað hún er krefjandi. Hvað erum við að gera núna? Setja bensín, gasa þetta kvikindi. Og hvað, er búin að redda öllu sem var að í gær? Það sjálfsög. Ný hjólalega og... Ný hjólalega og sensorinn fyrir knastásinn. Svona að ég skemmi hérna felgu. Áðan, ég reyndar gleymt að herra helvíti síðan að voru eitthvað feill með hennar bremsudelina og fór utan í felgun og skemmti eina felgu. En það fylgir þessu. En hvernig verður dagurinn í dag? Það verður bara spóla, reykur og gaman. Það sjálfsög. Ekkert annað í boði. Hvernig er að vera í servicelið hjá Bísi? Helviti fínt maður. Ha? Hvernig fóruð þið að sofa? Herri, ég var snemma að sofa sko, ég nefnilega passaði mig á því sko. Og voruð þið ekkert að skipta hjólalegur? Nei, ég er búið með servicekvotan sko. Þú þarf bara að fara að borga inn á sko, ég hættur sko. Það er bjórkvoti núna? Það er bara bjórkvoti núna, nú drekkum við bara og höfum gaman sko. Og látum aðra sjá hann vitleysuna sko. Það er svolítið? Já, það verður að gera það líka sko. Ert þú bara í brekkunni þá? Nú er ég bara grúppía nr. 1 og síðan það að hvetja mannin áfram sko. Það er þannig? Já. Þú komið með undirmenn í að skrúa? Já, við rétt bara menn í svona vitleysu. Já. Og nú pössum við bara að neglurnar séu hreinar og erum ekkert að drulla þetta út sko. Margir ólmir að koma með ykkur? Já, magna hvað fólk, það er greinilega ekki alveg átt að segja þetta er svolítið vesen sko. En þetta er náttúrulega alltaf gaman sko. Ekki? Ég vitleysur að verða að hafa sinn gang sko. Það er alveg líka aðalatriði sko. Og eru þið bara að gista á tjaldsvæðinu eða? Herru, nei, við höfum það svolítið fínt og fórum á hótel. En þið lentu í einhver basli í morgun eða ekki? Herru, jú, það var smá basli, eða sko, basli byrjaði í gær. Þá þurfti, mappið var aðeins að klikka hjá okkur og bílinn farin að fúska og vera leiðilegur. Það var lagað. Þá tókum við eftir því á meðan vorum að laga það. Það var farin hjólalega og... Varum með? Það tókum við eftir að farin hjólalega og hérna... Þá var því kippt í liðinn ásamt mappinu og... Svo var ónefndur vinur minn sem heitir Birgir Sigurðsson. Hann var að skipta hjólaleguna. Hann klikkaði eitthvað hjá hann, gleymdi að herða bremsudæluna og hún losnaði í braut. Skemmti felgu. Það hlýtur að búa að laga það núna. Þannig að núna er það bara good to go og sjá hvað byrjar næst. Spóla meira? Spóla meira, klára þetta. En svo komið þið hingað uppbyttur og þú ætlaðir að vera með eða hvað? Jú, við ætluðum að keyra saman í Super 3 og svo hendaði það illa að ég gleymdi keðjustrekkjaranum í mótorinn heima í Danmörku sem var svona hálf bjánulegt atriði og það fór af stað að leita keðjustrekkjara og það fannst keðjustrekkjur úr S50, það er S38 mótor í bílnum og hann var bara keyptur og settur í og svo trekt í gang og þá kemur í ljós að það bunar olía undan heddinu og þjappar út í vatnið og þá er eitthvað kíkt betur á það en settum sem sagt headstötta og svona píramídpakningur frá PPF í Svíþjóð og vildi svo illa til að einn hringurinn hafi gengið niður og þá náttúrulega hittir þjappan ekki á réttan stað og það var ekkert annað við því að gera heldur en að skella bara límiðanum á fjölskyldubílinn og drullast þetta í braut.
Þannig þú ert að fara að keppa á fjölskyldubílnum þínum? Ég segi ekki keppa en ég allavega tek frísjöringið og reyna að sjá hvort það kemur ekki eitthvað reykur allavega. Það er svoleiðis. Og hvernig komast menn svo heim? Ég hef engar áhyggjur af þessu. Þú ert að fara að vera með í sjóinu á fjölskyldubílnum og keyra hann svo heim með spyrnutæki hattari. Það virkar þannig. Áræðanlegu bíl. Já, hann hefur allavega komið mér hingað og hann hefur komið mér ýmislegt. Ég er búinn að keyra 100 km á síðasta árinu og yfir 400 hestafl þannig og það hefur bara dugað. Hvernig var að fara á fjölskyldubílnum hring? Þetta var alveg truflað. Ekki? Jú, ég er mjög ánægður. Þetta gengur betur heldur en ég þorði að vona. Það er svoleiðis. Það er nákvæmlega þannig. Hann drullu virkar hjá þér? Já, mér finnst það allavega. En hvernig er að vera innan stóru bílana sem eru sér útbúnir í þetta á fjölskyldubílnum sínum? Ég verð að segja eins og ég er ekki með neina minnumáttarkennd fyrir þessu. Ég er allavega að hangi öllum og þetta er alltaf sömu bílunum sem ég er að keyra með, þannig að einu skítin sem ég verið að hleypa ykkur fram úr, það er eins og áðan. Ég var að reyna að fiska það út að vera með Bigga og Grétari þarna í keyrslu, en þetta gengur þessu vel og betur en ég þorði að vona. En Biggi sprengdi gírkassan hjá sér og þú varst á eftir honum eða hvað? Já, ég var kannski 2 bílum á eftir og það er nú svolítið fyndið að segja fyrir því. Ég er að koma hana vaðandi fram úr einhverjum, minni að það hafi verið Lexus og ætla að taka ytri línuna fram úr honum og þá hafði Birgir sem náttúrulega kann ekki að standa á bremsunum meðan hann er að spóla eins og þeir eru að gera hérna. Þannig að hann er ekki það innanlega, hann fer það utalega. Hann sprengi greinlega gírkassan þar. Já, eins og hann orðaði, hann droppklötsaði þannig í 4. og þá brotnaði draslið. Og það er bara olíu út um allt og ég veð náttúrulega inn í olíuna og það er bara hringur eftir hring og næstu út í möluna. En þetta er allavega mjög gaman. Aldrei smeykur? Nei, mér leiðist þetta ekkert og það þýðir ekkert að vera smeykur. No guts, no glory. Föstudaginn lauk síðan með úrslitaferðunum í þrímenningnum og var virkilega skemmtilegt að sjá hvað ökumennirnir voru færir og hvað þeir voru nálægt hverjum öðrum. Þarna var greinilegt að það lágu margar strangar æfingar að baki. Ef bílarnir hins vegar snertast fæst engin stig fyrir þá ferð. Eins ef einn ökumannanna snýr bílnum sínum eða ekkur beint í augnablik. Bílarnir þurfa að vera í spóli í gráðu allan tíman. Fleiri stig fást fyrir ef reykurinn er meiri og ef bíllinn er í meiri gráðu. Nálægð á milli bíla er meiri og auðvitað hversu samtaka ökumennirnir eru. Team Toyota hafði sigur og bítum eftir mjög spennandi keppni og er það annað árið í röð sem þeir félagar vinna þrímenningin. Virkilega færir ökumenn þar á ferð.
Laugardagurinn byrjaði með svakalegri rigningu og perlaði af sýningabílunum sem stóðu á go-kartbrautinni. Keppnisbrautin var vægast sagt fljótandi en hvorki keppendur né áhorfendur létu það á sig fá og allt tímaplan stóðst eins og norðamönnum einum með lagið. Keyrðar voru sömu 4 greinarnar á föstudeginum en þó voru keppendur að fara mjög hægar yfir þar sem brautin var mjög hál vegna bleitum. Lítill sem engin reykur kom frá driftbílunum sem virtust aka í slow motion brautina. Skemmtuninu kvöldið bætti þó upp fyrir blautan dag, en hún klikkaði ekkert frekar en á föstudagskvöldinu. Gatubílkeppnin að klárast, hvernig þetta búið að vera? Þetta búið að vera geðveikt. Rigning í gær en við förum heim með allt mörg dekk en við klárum þau bara heima. En svo erum við að klára fóla aðeins núna meira, þannig að það bara vonandi að bílinn fari í lagi út úr því. Þú kláraði restin út úr honum? Já, nei, við megum nú ekki gera það. En við erum búin að sprengja einn gírkassa hérna úti og eina bensíndælu, þannig að það er búið að vera aðeins að vera að gera og græða í bílnum en þetta núna að fara að virka. Aftur á næsta ári? Klárlega, en ef ég þarf að kíkja inn á heimabanka minn og kreditkortið þá kannski fer maður, en þetta er dýrt ferðalag. Þetta er bara búin að svaka fjör, en það er náttúrulega öðruvísi að koma hérna bara í fyllerísferð eða að vera með bílinn og allt það, þannig að það er svona, þetta er öðruvísi. Já, og líka bara þú ert upptekinn allan tíman eitthvað að gera og græja og þú ert að vera mættur snemma og svo eru náttúrulega allir á djamminu á kvöldin og þá er allt fjörið, sko. En við svona, já, maður reynir að vera með í öllu, þannig að lítið búið að sofa helgina. En norðmaðurinn, hann er frekar rólegur yfir þessu eða hvað? Já, svona, já og nei. Harður á reglunum? Já, hann er mjög harður á reglunum, en samt svona þetta gengur vel, meðan heima þá svona er alltaf stoppa á ekki neinu, en hérna gengur þetta bara og það fylgja allir reglum og það er ekkert vesen. Er eitthvað sérstætt sem við Íslendingarnir getum lært á norðmanninum? Já, allt og mikið því miður. Þannig við erum að fara að stæla þetta heima? Já, við þurfum að fara svolítið að taka útlendingarna til fyrirmyndar heima og þú sér að hvert einasta dót sem er búið að vera í gangi hérna helgina, það er búið að standast upp á hverja einustu mínútu, og ef við myndum ná að gera svoleiðis heima þá klárlega er þetta orðið skemmtilegra og meira, ekki alltaf 2-3 tíma að biðja eins og hefur gerst heima. En við erum líka að þróa þetta heima meðan að búið að þróa þetta svolítið hérna, þannig að þetta er bara byrjunin. En hvað er þá næst á dagskrá upp í sig? Nú erum við eiginlega bara að fara heim og ég held að Aron hérna þurfi að byrja að raða mótornum í möstina sína. Svo er vist bara keppni bara helgin eftir að koma heim og Grétars bíll er komin til Íslands, E30 sem hann keypti hérna úti daginn, þannig að það er bara vonandi að við mætum Ljón Harður á 3 bílum í næstu keppni og gerum eitthvað að viti loksins. Það er ekki bara eitthvað bilir í og vesinni sem er búið að vera okkur í sumar, en allt gekk vel og við erum bara mjög sáttir allir strákanir og þannig að það er bara að halda áfram og því er ekkert að stoppa. Og Aron tekinn með næst eða hvað? Með Míutuna? Já. Það þarf ekki að spurja því, honum verður bara að pakka í ferðartösku og með okkur, hann fer ekkert að komast upp með þetta svona. Hvað akkur er þetta ekki með núna? Ég hef ekkert bara að bila bíl núna. Það virðist nú samt ekki að standa í vegi fyrir ykkur svona að kippa þessi lagi. Nei, ég held að ég var komið loglega með hann að klára þetta áður en ég fór hingað út, sko, en svona eins og ég sagði, það er held ég var alveg nóg í þetta skipti að fara út með einn hausverk og þurfa það að gera með mýkirinn alltaf helgina og vera það bara með smá hausverk, sko, þannig að fínt að láta Birgi koma inn út og gera allt sem hægt er að gera vitlaust, þá veit maður hvað maður á ekki að gera sjálfur þegar maður mætir, þannig að þetta var svona prufan. Já, þetta var klárlega. Þú kemur með næst? Ég kem með næst, það er eiginlega ákveðið, sko, ég get þetta ekki meira, sko. Dánaðu með helgina? Já, þetta er búið að vera helviti góð helgi, sko. Ekki? Jú. Ekkert búið að klikka? Nei. Já, ég braut hérna efrispyrnurnar aðeins smá. Það er eitt raun eftir og við sögðum þetta saman og bara að klára þetta. Þú slæðir Birgi ekkert við? Jú, ekki í bilunum, nei, það er alveg rétt. Þetta er bara búið að virka og spóla? Já, svolítið mikið.
það er eiginlega ekki búin að vera neitt vesen á þessu. Ætlarðu að koma aftur á næsta ári? Það er allavega stemt að því, það er spurning hvað er til í buddunni. Eitthvað sem hefði mátt fara betur yfir helgina? Nei, þú veist, það er náttúrulega alltaf eitthvað sem má bæta en svona yfir allt er ég mjög sáttur. Ekki? Jú. Og sjáumst við bara hér aftur á ári. Já, já.